Ég sit hérna með Aðalsteini Gunnarsinni og ég að taka viðtal við hann. Hann framkvæmdastjóri hjá EOGT á Íslandi. Þetta skal ég segja, átaksdagur hjá okkur sem einu sinni í mánuði þar sem við bendum á hlut áfengis í kynbundnu ofbeldi, hvort sem heimilisofbeldi eða ofbeldi gegn konum, og við erum að vekja athygli sérstaklega á því að með því að hafa einn vímulausan dag í mánuði þá dregur það verulega úr ofbeldi gagnvart konum. Samkvæmt rannsóknum þá 80% alls ofbeldis tengt áfengisneyslu. Þannig að þetta gífurlega mikið sem áfengisneyslan hefur áhrif á kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi, og þennan dag, 25. hvers mánaðar, þá viljum við draga svolítið úr ofbeldinu með því að minnka neysluna. Við reynum að sjá fyrir okkur að einn vímulaus dagur í mánuði geti dregið úr ofbeldi í heiminum það bil 2%. Og þó að þetta sé nú ekki hátt hlutfall, þá þetta nú fleiri þúsund konur, og með því að gera fleiri þúsund konur hamingjusamari, þeim ánægðari við í heiminum. Við ætlum að hafa þetta átak allt þetta ár og gera einhvern dagamun á hverjum einasta 25. hvers mánaðar. Í fyrra þá vorum við með nokkrum sinnum, til dæmis fórum við út á torg og gáfum óáfenga drykki, hvort sem það var í formi kókómjólk eða appelsínugulra drykkja. Aðalatriðið var að vekja athygli á því að þetta væri vímulaus dagur. Kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi, þetta sem sagt ofbeldi, og við viljum draga úr ofbeldi yfir höfuð, og þar sem áfengi á svona stóran þátt í ofbeldinu, þá viljum við minna á það með þessum vímulausa degi. Svarið okkar hefur alltaf verið frá upphafi að við skulum bara bera virðingu fyrir sjálfum okkur og öllum öðrum. Þannig drögum við úr ofbeldi í heiminum. Já, þetta alheims átak, og í fyrra þá byrjaði þetta í nokkrum löndum í Evrópu, fór svo til Sri Lanka og dreifðist þar Asíu, og við sáum nokkur dæmi núna í haust þegar við vorum á alheimsþinginu í Tælandi. Þá sáum við nokkur dæmi frá löndum þar, og þetta komið í flestar heimsálfur núna, þetta átak. Ég þakka kærlega fyrir tímann í viðtalið. Takk kærlega. Já, takk sömuleiðis.